Góðan daginn, þá er bara staðið, við erum að setja þessa kynningu á stað. Jón Oddsson heiti ég og ætla að kynna fyrir ykkur opið bókhald sveitarfélaga og fara yfir nokkra hluti. Nú, í þessari orðkynningu verður farið yfir sem sé hvernig birtingamyndin að opna bókhaldsins er á vefnum. Þá skipti ég yfir á vef Ísafjarðarbæjar og sýni ykkur svona hvernig þetta birtist allt þar. Síðan förum við í gegnum það hvernig notandinn getur stjórna birtingamyndinni. Og þá förum við yfir í uppsetninguna í Navision og hvernig sem sé notandinn getur sem sé skilgreint hvernig birtingin á sér stað eða birtingaformið. Nú, Navision uppfærist í teningana og það gerir sjálfkrafa, en síðan er vefbirtingin sjálf sem er þá Power BI birting, að hún getur uppfært sjálfkrafa eða handvirkt. Þeir sem eru ekki í Azure, sem sé í kerfisleigu, geta verið með sjálfvirka uppfærslu, en þeir sem eru í Azure, að þeir þurfa að gera það handvirkt eða þeir geta keypt sér þjónustu sem að gera þetta. En flestir í Azure eru að gera þetta handvirkt, kannski mánaðarlega eitthvað svoleiðis. Nú, birtingin á vefnum er svona það sem við höfum sett upp 4 síður. Það er hægt að fá breytingar á því, en þá er það kannski aðeins dýrara. Nú, þetta eru sem sé hvert fara peningarnir, það er svona málaflokkabirting, síðan hvaðan koma peningarnir og síðan er önnur sýn á hvert fara peningarnir, sem að greining er á öllum þrepum, og svo loks er það lánadrottna greining á hvert peningarnir fara. Klára glærurnar. Nú, í Navision þá eru afmörkunar, á vefnum eru afmörkunar möguleikar sem sé þú getur afmarkað eftir víddarþrepunum, sem er svona kannski algengast að það sé einhver málaflokkar samantekt, og síðan geta verið deildar samantektir, kannski bara 1 eða 2, og síðan er hægt að hafa kannski 4. þrep inn á deildir. Ísafjörður, uppsetningi á Ísafjarðarbæ er 4 þrep í víddum, en til dæmis Bolungarvík og Tálknafjörður eru með 3 vídda þrep. Nú, það er hægt að afmarka þetta eftir árum og eftir mánuðum. Uppsetningin í Navision, hún byggist á að þrepa sem sé víddir og gera samantektir og þrepa fjárhagslykla bréf, og síðan er þetta að fá lánadrottna eða viðskiptamenn. Nú ætla ég að fara yfir á vefinn. Og
Hér er Ísafjarðarbær. Það byrja á þriðju síðu þar sem að í sjálfu sér sjást kannski best þessi þrepaskilgreining sem að er að ræða. Þau kusu að velja í fyrsta þrepi sem sé eigna umhverfismál, fræðslumál, fyrirtæki Ísafjarðarbæjar sem er þá B-hluta fyrirtækin, menningamenn, stjórnsýslumál, dómstóla og velferðarmál. Og hér er ekki, sumt er eftir málaflokkum, sumt er tekið sem sé fleiri en einn málaflokkur sett saman. Og þetta er eitthvað sem að þið geta alveg valið og stjórnað hvernig þessar samantektir líta út. Síðan á þrep 2 þá erum við að taka til dæmis eigna- og umhverfismál og þá er það eignasjóður og umhverfissvið sem er sett á þrep 2 og síðan á þrep 3 er þá ennþá nákvæmari skilgreining ef við tökum eignasjóðinn. Að þá er þrepið 3 eða þá er eignasjóðnum skipt niður í húseignir, íþróttamannvirki, opna velli og svo framvegis. Og síðan á þrepi 4 er þá ennþá dýpri skilgreining ef við tökum íþróttamannvirki og þá er það íþróttamannvirkin á Flateyri, Ísafirði, Suðureyri og Þingeyri. Þessi þrepaskipting og uppsetning, hún er framkvæmd í Navisions eins og við förum aðeins yfir og eftir. Og auk þessir hér hægt að segja, ok, ég ætla að velja ár. Og ég get valið 1 mánuð eða fleiri mánuði. Halda niður kontrolltakanum þá get ég valið marga. Þetta er svona þrepaskiptingin og hérna hvernig við finnum. Nú skulum við kíkja á síðu 1. Hérna hafa verið teknir saman sem sé úr þrepi 1 og 2 svona til þess að auðvelda að klikka á valið. Þessi það er þá 1 og 2 þrep þannig að þau eru ekki hér en hérna getum við farið ef við tökum grunnskóla. Og þá sjáum við hér grunnskólana. Þannig að hér erum við að sjá aðeins þessi birtingarmynd og hér er þrep 3 sem er Vítarþrepin, grunnskólan á Ísafirði og hérna erum við komin inn í þrepaskiptingu á fjárhagsleiklanum. Það sem við hefum búið að taka saman laun og starfsmannakostnað, þjónustukaup, vörukaup í eitt flokk. Hérna birtist þá bara mánaðarskipting á gjöldum og síðan er þetta lánadrottna. Þessi stærsti er með stærsta partinn og síðan er þetta niður í smá atriði. Á svipaðan hátt förum við með hvaðan koma peningarnir. Þar eru þá greining á hvaðan koma tekjurnar sem að Ísafjarðarbær hefur. Ef við tökum til skatttekjur þá er útsvar í stærsti hlutinn, fasteignaskatturinn og
og jöfnunarsjóðurinn, holræsi, vatn og þannig að það eru þjónustutekjur sem tilheyra sem sé vatnsveitunni og fráveitunni og svo framvegis. Ef við kíkjum kannski á hafnir og þá eru hér tekjuskipting á höfninni og þjónustutekjurnar og aðrar tekjur og svo er þetta svona eftir mánuðum hver litur hefur sína tegund að tekjum og sjá hér að erlendu aðalitnar skemmtiferðaskipin þau eru ansi stór hluti tekna sérstaklega í sumarmánuðina. Nú, við vorum búin að skoða þetta aðeins. Það ætlum að fara í seinasta flipan. Þá hvert fara peningarnir og hérna þá skipting á öllum hér. Hér getum við á sömuleiðis tækt eigna á umhverfissvið og þá sjáum við hvaða lánardrottnar er að sem sé fá greitt vegna sjóðs og íþróttamannvirki. Sérstaklega hverjir hafa verið að vinna fyrir íþróttamannvirkin eða í íþróttamannvirkjunum. Og hér getum við skoðað vinnu í íþróttamannvirkjum í mars og það er þá þessi sem hafa fengið greitt. Þannig að það er þetta að bora sig nokkuð niður í hlutina og fengið upp tölur og hverjir eru að fá greitt. Nú ætla ég að yfirgefa vefinn og nú ætla ég að fara og skoða hvernig uppsetningin er og vinnan við uppsetninguna í Navision. Tegund þreps er hérna tegund ytri vefur og það er ytri og innri vefur. Innri vefur er eitthvað sem við erum svona byrjuð að útfæra en það er ætlað sem sé forstöðumönnum, bæjarráði, bæjarstjórnendum og þar verður líka inni áætlun á hluti. Það sé alltaf verið að bera saman áætlun og rauntölur. En við erum að skoða ytri vefinn og hér erum við með tegundu þreps og þar höfum við sem sé víddir, lykla, lánardrottna, viðskiptamenn og síðan laun sem við höfum nú ekki neitt praktíserað. Síðan þrepum við þetta niður í þrep og Ísafjarðarbær notar víddir í 4 þrepum. Eins og sagði áðan, Bolungarvík, Tálknafjörður og minni sveitarfélög eru kannski með 3 þrep. Þetta er bara eftir smekk hvers og eins. Hann vill fá mikla sundurliðun.
hérna er afmörkun þreps. Við erum bara hér að segja að skatttekjur eru allar tekjur í deildum 000 upp í 00999 og hérna útsvarið er þessi deild hér og fasteignaskatturinn er hér, þannig að þetta er bara einföld afmörkun og skilgreining á hvað á að koma hér. Nú hérna erum við með þrepforeldri, þetta er til þess að hérna vita hvað kemur eftir hverju. Þessi skatttekjur er undir skatttekjum og útsvarið er undir það útsvari og svo framvegis. Kannski svona fjölbreyttara. Nú, síðan er sundurliðun að þegar við erum komnir á lægsta þrepið sem við ætlum að hafa í vítunni, að þá segjum við að hérna taka við lyklar, fjárhagslyklarnir og þrepun samkvæmt þeim. Hérna getum við skilgreint til dæmis hjá Ísafjarðarbæ að þá í félagsþjónustunni þá geti valið í raun og veru að allir lánardrottnar sjáist eða þá að einhver lánardrottnar sem eru með einstaklingskennitölu sjást eða yfir höfuð sjást einhver lánardrottnar. Og hér hefur verið valið að í félagsþjónustunni þá er einhver einstaklings lánardrottnar eða einstaklingar sem koma fyrir. Nú síðan er þetta í raun og veru svona hierarkí sem er sett niður og ef við tökum kannski afmörkun á fyrsta þrep og þá sjáum við að þetta eru stóru flokkarnir og það sem við sáum hann í fyrsta þrepi á vefnum. Skatttekjur, velferðarmál, færslumál, dómsmál, fyrirtæki Ísafjarðarbæjar og svo framvegis. Hér er aðeins meiri sundurgreining. Og svo framvegis. Og upp í fjórða og þá erum við að fá alla vítarafmörkunina hér. Og í fjórða þrepi þá er alltaf vísað í lykla sem næsta þrep á eftir. Þá skulum við skoða og vita lyklana, þrepalyklana og hér eru þá tegundin lyklar og síðan er hér verið í raun og veru að ef við tökum bara fyrst hér fyrsta þrep, hér er búið að draga saman fjárhagslykla í stærri einingar og síðan í þrepi 2 þá er nánari skilgreininga á lyklunum. Það er hægt og hérna síðan er það í sjálfsvald sett hversu sundurliðað þið viljið sína þrepin og í sjálfu sér er hægt að hafa lyklaþrep 3 og fara þá niður í hvern bókarlykli fyrir sig. En þannig að það er eitthvað sem að þið veljið í uppsetningunni, eitthvað að þið viljið fara djúpt í greininguna. Og hérna sjáum við að þetta eru sem sé gjaldalyklar og við gjaldaliklunum þá er næsta þrep eru þá lánardrottnar. Hérna erum við með tekjulykla og þar er þá næsta þrep viðskiptamenn. Hvaðan koma tekjurnar og síðan hvert fara þá peningarnir
vegna útgjalda. Svona er hægt að skilgreina hér og síðan þegar búið er að skilgreina alla hluti, passa upp á að allt sé tengt rétt, að þá er bara að uppfæra vefinn og þá breytist vefurinn í takt við þær breytingar sem verða hér. Þannig að þegar þið fáið inn þegar við förum í uppsetningu á vef, að þá setjum við upp svona lyklatré sem er svona kannski 80% í lagi og síðan förum við í að aðlaga tréð að ykkar bókhaldi í stórum dráttum og síðan hefum við látið þá ykkur fínpússa hlutina í lokin. Þannig að þetta er slatti af uppsetningu en þið fáið svona grunninn uppsettan fyrir ykkur og síðan farið þið og færið til eða breytið og lagið hlutina til. Þannig að ég held að þetta sé svona nokkurn veginn það sem að ég ætla að sýna ykkur og fara yfir með ykkur og vonandi hafið þið sem sé náð að fá gleggri mynd af öllu saman og ég þakka bara fyrir og þið bless.